Brekkukotsannál, 12. kapítuli. Góð jarðarför. Hef ég ekki einhvers staðar hér að framan minnst á koparklukkuna úti, sem svaraði stundum silfurbjöllunni í stofuklukkunni okkar inni. Einhvern verið að jarð í dag, sögðu gestir, þegar ómurinn af koparklukkunni barst inn í stofu til okkar utan kirkjugarði. Innan skams heyrðist líka allt eins og blómstrið eina bylgjast í golunni. Já, sagði afi minn, það meira hvað deyr af fólkinu. Það alltaf að deyja. Ég veit ekki hvað óskup dó í vikunni sem leið. Stundum 2 jarðarförir á dag. Já, þeirra var nóg að gera prestarnir, sagði einhver aðkomumaður. Auminginn hann séra Jóhann okkar, eins og þetta orðið fótfúið, sagði amma mín. Margt af þessu fólki úr öðrum landsfjórðungum og það á spítalanum og það undravert hvað hann endist til að rölta á eftir öllu þessu fólki kalla álftin. Fer ekki að sneiðast pláss þarna í garðinum ef á að fara að jarða þar allt landið, var spurt. Já, ég hef nú lítið á stað fyrir okkur gamlu skörin og ég vona við fáum að halda honum, sagði afi minn. Mikið fannst mér alltaf þægilegt og viðkunnanlegt þegar ég var drengur að heyra þau afa minn og ömmu tala dauðan við fólk og sjá hægfara líkfylgdir líða kirkjugarðshlið og fara að syngja og það styndi á svörtu silkihempuna dómkirkjupressins í sólskininu svo hún sýndist næstum blá og svörtu hestarnir sem drógu líkvagnin sýndust líka næstum því grænir á lendina. Ég vona ég verði ekki af frægum ritdómurum talin í flokki með einum sérstökum þingkallendum fárs og feigðar, þó ég segi hér að ég held jarðarfarir í kirkjugarðinum hafi verið mér meiri skemmtun en flest annað þegar ég var lítill. Allt í einu og einhvern veginn alveg upp úr þurru, þegar maður átti þess minnst von miðjan dag í miðri viku, heyrist 1 kólfshögg. Það líður langur tími áður en hringt aftur. Hátt upp í eilífð. Þegar fyrst hringt í klukknaportinu á líkhúsinu upp í garði, þá líkfylgdin kannski að leggja á stað úr húsi einhvers staðar ofan af Laugavegi. Smám saman þéttast hringingarnar og kliðurinn eykst. Ég sat álengdar og beið eftir klárunum svörtu. Kannski hefur hann hringt í morgun, það er svo góð lyktin af rænfanginu. Ætli hafi verið nema eins og 7. árinu. Það byrjaði að syngja. Fuglarnir og flugurnar sungu líka. Ómurinn af allt eins og blómstrið eina hélt áfram að ganga í bylgjum í golunni eins og vox humana og voa celeste á víxl. Stundum brá fyrir óttaslegnu tremóló í misvindinu. Ógn var nú eitthvað friðsælt og notalegt að vita fólk fara sér svona ofan í jörðina,
við söng og klukknahringing þegar það var búið að lifa. Þó ekki fyrir að synja að eina tegund dauðra manna kenndi ég dálítið brjóstum. Og þetta voru sjóreknir menn og aðrir sem dóu í óskilum, til dæmis á ferðalagi og þekktu öngvan. Þeir voru blátt áfram útlendingar hér á Íslandi. Jónas gamli pólití og annar maður með honum óku stundum þess aftar líkum á handvagnin neðan úr bæ og létu á fleka sem lagður var þvers yfir sætin í líkhúsinu, stundum án yfirbreiðslu. Þetta kallað líka börunum. Ég stóð oft á gæjum við líkhúsgluggan og var að horfa á líkin. Stundum voru þetta ekki nema stubbar af mönnum og vantaði á þá bæði höfuðið og útlimina. Stundum voru það kvenmenn með sítt hár. Það var eins og hárið á þeim verið að hellast ofan af börunum niður á gólf. Nú skal ég bráðum segja nánara af einni jarðarför. Ég var ekki gamall þegar útfararsálmurinn blómstrið eina hafði borist það oft að vitum mér í golunni að hann var orðinn mér ljós og tamur og svo lagið. Ég þuldi fyrir ömmu minni slitrurnar sem mér hefði tekist að samla saman úr sálminum og hún jók í eyðurnar fyrir mig. Stundum var ég svo heppinn að finna marhnút sem ég skýrði fyrst í höfuðið á einhverjum mektarmanni og jarðaði síðan með við höfn í Kálgarðshorni þar í Brekkukoti. Og var sjálfur allt í senn, prestur, líkfylgd og svartur hestur. Síðan kyrjaði ég við röst, allt eins og blómstrið eina, frá upphafi til enda, yfir þessum ljóta fiski. Það var einhvern kyrrlátan sumardag að ég sat út í kirkjugarði og var að skemmta mér á bekkmyndaða leiðinu hans Gabriels áluga höfuðengils sem svo var nefnt af því þar kraup marmaraengill á toppinum og verður mér þá lítið til og sé allt í einu hvar kominar jarðarför álengdar, ef jarðarför skildi kalla. Það voru öngvir hestar. Það voru ekki heldur nein söngmenn. 4 menn báru stutta breiða líkkistu út úr líkhúsinu. Ég held áreiðanlega að þeir hafi verið að jarða stubb. Þeir sem kistuna báru voru kallarnir 2 sem oft voru að dudra eitthvað þarna í garðinum fyrir bæjarstjórnina. 3. var sá halti sem jafnan stjórnaði líkhestunum og 4. hann Jónas heitinn pólití með giltu hnappana á treyjunni sinni. Í humátt og eftir kom svo sjálf líkfylgdin sem saman stóð af honum séra Jóhanni gamla, dómkirkjupresti, í hempunni sinni og honum Eyvindi kallinum hérna snikkara sem bjó til líkkisturnar og þar með upptalið. Fjaskalega var blærinn heilnæmur í kirkjugarðinum þennan dag enda lá vel á köllunum. Og þarna komu þeir auga á lítinn snáða álengdar. Það var ekki nema rétt svo að kollinn á honum bæri yfir leiðin. Hann með alvöru svip að virða fyrir sér ferðalag þeirra. Komdu hérna stúfur, litli, að skrafa við okkur, segir þá séra Jóhann. Okkur vantar 3. mannin.
Ég trítlaði til þeirra út á jarðarfarastíginn og fór að heilsa þeim með handabandi og þeir taka mig á milli sín, séra Jóhann og Eyvindur snikkari, og leiða mig á eftir líkkistunni sem þriðja mann í jarðarförinni. Allt þá þrenntir. Ég hef séð þig hérna í garðinum þegar við höfum verið að embætta stúfurlitli. Ætli þú sést ekki brauðbíturinn hans Bjöss í Brekkukoti og skildi ég ekki hafa skýrt þig einhvern tíma, sagði séra Jóhann. Ekki mægin okkur skýrði mig, sagði ég, en ég heiti Álfgrímur. Er maður í kistunni? Svo það heita, stúfur minn, sagði séra Jóhann. Aftur á móti vitum við ekki með vissu hver hefur skýrt hann, eða hvort hann heitir nokkurn skapaðan hlut. Alltaf skýri ég margt hnútana áður en jarða þá, sagði ég. Já, sagði séra Jóhann. Við jörðum hann ekki af því við vitum hver hann er, heldur af því við vitum að Guði þykir jafnvænt alla menn. Honum þykir álíka vænt mig og þig og hann Eyvind hérna snikkara sem heldur í hina höndin á þér. Eins og honum þykir manninn sem liggur þarna í kistunni. Er það kannski maðurinn sem lá daginn hérna í líkhúsinu og það var farið á honum andlitið, sagði ég. Já, það er verkurinn, sagði séra Jóhann. Það vantar sumsi á hann andlitið og þess vegna vitum við ekki hver hann er. Við höldum kannski að það sé einn tiltekinn maður, en það getur líka verið annar maður. Við vitum bara eitt. Guð hefur skapað alla menn jafnt og frelsarinn frelsaði alla menn jafnt. Líkkistunni var rennt ofan í gröfina og séra Jóhann gekk fram á grafarbarminn og tók mold á spaðan sinn sem ég hélt að héti spýtuskófla og sagði orð. Síðan tók hann í höndin á mér og leiddi mig fram á grafarbakkann og sagði: Nú raulum við, Álfgrímur minn, sálminn sem hann Hallgrímur Pétursson orti eftir hana litlu dóttur sína fyrir alla menn sem lifa og deyja á Íslandi. Séra Jóhann tók nú til að raula með elli móðri rödd sinni, stökkri og hljómlausri. Allt eins og blómstrið, eina uppvegs á sléttri grund. Og ég hélt í höndin á honum og tók undir sálminn með skærri barnsrödd minni. Og þar með var ég farin að syngja fyrir heiminn. Það var ekki laust við, ég fyndi dálítið til mín að vera tilkvaddur að syngja bæði fyrir lifendur og dauða. Jónas Pólití raulaði einnig, svo og Eyvindur snikkari. Sá halti sem átti líkhestana var líka að bera sig með að syngja og fuglarnir voru að syngja. Þegar vorum búin að syngja, gengum við burt frá gröfinni. Séra Jóhann leiddi mig enn. Hempan hans var síðari að framan en aftan að því hann var orðinn boginn. Þetta var þá þegar öllu er á botni holt góði jarðarför, sagði séra Jóhann. Indæl jarðarför. Guð gefi okkur öllum að fá svona góða jarðarför. Ég sagði ekki neitt, sem ég vappaði þarna við hliðina á honum og hann leiddi mig.
Ég skildi ekki almennilega hvernig á því gat staðið að sér að Jóhanni fannst þetta góð jarðarför og það voru ekki einu sinni hestar. Dómkirkjupresturinn gamli kvaddi mig í sáluliðinu. Vertu sæll, stúfurlitli, sagði hann. Og ef þú ert einhvern tíma aftur að leika þér hér í garðinum þegar við erum að embætta og það kemur líkvill sem þú sérð að er ekki mjög stór, ég og við svona heldur lítil og góð líkvild eins og til dæmis í dag, þá ertu velkomin að syngja. Ég er því miður ekki nógu góður að syngja, en þó ég sé ekki góður að syngja, þá veit ég að til er einn tónn og hann er hreinn. Hérna eru 10 aurar. Svo bið ég að hilsa af Brekkukoti, ég bið að hilsa honum afa þínum og henni ömmu þinni. Og ég þakka þeim líka fyrir söngin. Mikið var buddan hans orðin gömul og slitinn, en kýringurinn sem hann gaf mér var fagur. Í þann tíð kostuðu karamellurnar ekki nema hálfan eyri stykkið. 13. kapítuli. Kona á landbroti. Svo bar til, einn góðan veðurdag, að roskin kona, vafin dökkum sjölum, sat á hestasteininum, skáhalt við bæjardyrnar hjá okkur og var að safna þreki til að geta barið að dýrum. Þá ber afa minn þar að og hann hilsar konu þessari og tekur á hann hattinn. Ég þykist sjá að þú munir vera Björn í Brekkukoti, sagði konan. Guð gefið góðan dag. Hún er föl yfirlitum, úteig og tannber. Hún gekk á íslenskum skóm og pilsin hennar námuðu ökla. Hún var ógn orðin rýr og ofantekin innan í þessum pilsum og sjölum. Hurra manna, ert þú kona góð? Og hvaðan ber þig að, sagði afi minn. Ég er á landbroti, sagði konan. Já, þú hefur lagt land undir fót, kalla ég, sagði afi minn. Ert þú í kynnisför hér syðra? Ó nei, ekki nú það, sagði konan. Ég er komin hingað til að deyja. Já, það var og, sagði afi minn. Viltu ekki gera svo vel að koma inn og fá þér einhverja veldu? Og það er svo sem alveg óþarfi, sagði konan. En hitt er satt. Vel hef ég heyrt af ykkur látið hér í Brekkukoti. Og ef þið vildu sýna góðvild, ókunnugri konu að austan, þá langar mig til að biðja ykkur að gera svo vel og lofa mér að deyja hjá ykkur. Já, ekki nú til mikils mælst, sagði afi minn. Þó hér hægir reyndar ekki eins vel til með slíkt eins og spítölum. Ég kem að spítalanum, sagði konan. Ég fór hingað suður að leita með lækninga í vor snemma, en þeir segja það síðan seinan. Ég kuð ekki eiga eftir nema nokkrar vikur. Já, það er það sem ég segi. Þó maður og maður hafi orðið fegin að skríða hér inn til að hrökkva upp af, sagði afi minn. Þá er hér litla aðhlynningu að hafa handa veikum. Hér er ekki laust utan flet á miðloftinu hjá honum Jóni gamla Lóðs, sem kallar sig Hógensen, og hann runga sem ber fóreina. Og það far nú ekki að mylja undir mig, sagði konan. En það er sem allt hérnt, að böggull fylgir skamrifi. Ég hef undirbundist svolítið við mitt fólk. Þú ræður þínum útréttingum, kona góð, sagði afi minn. Já, það er nú svo Björn minn, sagði konan. Það þarf nefnilega að koma mér austur þegar ég er dauð.
Já, þar komstu með það, sagði afi minn. Bara 7-8 dagleiðir. Veistu ekki að við höfum hérna kirkjugarð, rétt að segja upp í nefin á okkur, kona? Já, sagði konan, það er ykkar kirkjugarður. Koma tímar, koma ráð, sagði afi minn. Og verð ekki að sitja þetta lengur út á steini. Ég vil nú helst ekki í hús ganga, sagði konan, fyrir en útgertur þetta mál. Ég lofaði börnunum mínum, þegar ég fór, að ég skyldi láta senda mig austur, ef til kæmi. Þau eru ein, þetta eru unglingar, og hún lykla okkar á að bera réttir. Ekki hef ég lið að senda austur í Skaftafellssýslu, sagði afi minn. Ég verð að bollaleggja að fá mig senda austur á flutningum, sagði konan. En það þarf að líta eftir mér á leiðinni. Mér hefur nú skilist að ekki þyrfti mikið eftirlit með fólki úr það einu sinni dautt, sagði afi minn. Það verður að koma í veg fyrir að þeir jarði mig fyrir sunnan vötn, sagði konan. Ég tek ekki mála að liggja sunnan vatna. Í landbrotinu hef ég legið og þar skal ég liggja. Viltu þá ekki leggja á stað með póstinum eða þú ert rólfær, spurði afi minn. Mér var alltaf langað að deyja hjá ókunnum, sagði konan. En hvort sem þau þrættu þetta lengur eða skemmur, afi minn og gesturinn, þá var svo niðurstaða að konan gekk til stofu og afi minn hefði við hana þann formála sem hann var vanur þegar hann bauð gestum, fáði sæti og sýndu að þið kæti kona góð. Þetta var að vísu framsýn kona, en ögn köld ákomu og aðeins í meðallagi aðlaðandi. En það var búið hana orðalaust í komentunni hjá okkur á miðloftinu, þó afi minn tæki hins vegar ekki á sig skuldbindingar gagnvart henni döðri. Hver ert þú? Sagði Kapteinn Haagensen. Ég heiti Þóra Arna og er úr landbroti. Ert þú á skemmtitúr hér syðra, spurði Kapteinn Haagensen. Svo má eflaust kalla það, sagði konan. Ó, ekki, sagði Haagensen og hummaði sig upp í að bæta við. Já, ég heiti Kapteinn Haagensen, af Haagensens ætt, þar vestra á Helgafelli. Ég stóð í þjónustu Danakonungs á minni tíð og lossaði þá Breiðafjörð. Það er það, kona góð. Það munur ekki það, sagði konan. Meðal annarra orða, hverjir eru hreppstjórar og helstir merkisberar þar í landbroti, sagði Haagensen. Amma mín greip fram í. Þreyttu ekki konuna Haagensen minn, hún er lasin. Hún ætlar að fá að liggja þarna þangað til henni batnar. Og ekki held ég vorkenni fólki með það heldur sjón, sagði Haagensen, og ekki vert að vera að loka þessari hurðarnefnu milli okkar kona góð því, þó ég kunni að vera orðin hálfu leiðanlegur sjálfur, þá koma hér stundum upp á pallin skemmtilegir menn að skrafla með, eins og hann Runólfur Jónsson, og kvöldin þegar allir eru sofnaðir kemur heimspekingurinn okkar sem er kommandör á bæjarstofnuninni. Það er það. Og hverjar eru nú helstar jarðir þar í landbroti, kona góð? Ætla sé ekki jörðin mín, sagði konan. Akkúrat, sagði Haagensen, á eina jörð. En ætli það dugi ekki, kona góð? Mínir langfeðgar áttu jarðir allar trissur og hér ligg ég. Það er eins og segir í minningarkvæðinu sem hann Sigurður Breiðfjörð ortumann Jóneitin Hákonarsson afa minn. Á Helgafelli hvar er hann Jón Hákonarsson, æ ertu látin. Ætli það verði ekki drýgst sem að þú tekur hjá sjálfum sér, kona. Má ég
bjóðiður að sýniður kaskeitið mitt. Heyrðu hérna, drengur góður, þú Álfgrímur minn, fyndu kaskeitið mitt og sýndu konunni. Og ef það skildi vera fys á derinu, þá blástu það burt. Meðan konan var að skoða húfuna, rakst Rungi upp á loftið. Kafteinn Haagensen þekkti sambýlismann okkar af andardrættinum þó hann sæi hann ekki. Farðu varlega, Runólfur, sagði kafteinn Haagensen. Það er komin jarðeigandi kvenmaður í komentuna. Hún er að austan. Það væsi líklega ekki miður hérna hjá manninum sem stjórnar herskjufunum, sagði Rungi. Hvaðan eru þér með leyfi? Ég er úr landbrotinu, sagði konan. Hvaða fiskur hjá þér? Spurði Runólfur. Við leyfum mikið á keilu, sagði konan. Og ögnáttu með að löngu þegar ég fór að heiman. Keila, já, góðan daginn, sagði Rungi. Og sagður að löngu, hvað verður á málfiskinum, kona? Málfiskur sést ekki upp sveitum, sagði konan. Já, svona fisk eins og þú nefndir berum við á tún hér síðra, sagði Rungi. Meðal annar var það úrhjúður farin að bregða undir því betri fætinum, kona góð, þá eftir að fá því listitur fram á nes að skoða hróðárundrin, oddvitans, og ekki skaltu heldur horsmá kraftaverkin í Gróttu, því að þvílíka hlamfórir maður Guðs og lifandi. Það væri nú eitthvað að láta í sendibréf heim til sín kona. Slík stórvirki hafi ekki verið unnin á jarðríki síðan mógræðirnar miklu voru gerðar